Ég heiti Sólveig Jakobsdóttir og þegar ég kom frá námi í Bandaríkjunum í lok 96 hóf ég störf sem verkefnisstjóri hjá Ísment, Íslenska menntanetinu. Og það var nú reynda bara gaman að vita hvað eru mörg gömul brýni þar sem og af því að þetta var nú kennarar byrjuðu að fá Ísment.is, hverju voru í íslenska menntanetinu með Ísment netföng og náttúrulega Lára Stefáns þar fremst í flokki. Þannig að þróa það allt saman. En ég var þarna í smá tíma og fékk síðan lektorstöðu í fjarkennslufræðum við Kennaraháskólann fljótlega eftir það og starfa nú sem prófessor á sama sviði við menntavísindasvið. En undanfarin ár þá hef ég sem sagt verið í viðriðin norrænan hóp Nordflexon ásamt Þuríði Jóhanns, Hróbjarti og Sibbu og tekið þátt í störfum hans á sviði fjár- og netnáms, Nordflexon hann kallaður, svona skammstöðun, og hefur það verið svona dálítið tilbaka að aðilar í þessum hópi sem hinna Norðurlandaþjóðanna eru fulltrúar samtaka á sviði fjár- og netnáms. En meðan að við sem komum frá Íslandi, sem sagt hvert í sínu landi, en við sem erum frá Íslandi höfum verið meira svona einstaklingar þarna að koma þarna inn. Þannig að við höfum því oft verið að tala hvort ekki verið löngu tímabært að stofna sambærileg samtök hér á landi og svo einhvern veginn komst þetta aldrei á koppinn hjá okkur, en fyrir ári síðan þá tókum við okkur til og tókum við töl við hina aðilana í þessum hópi. Og hér sjáum við yfirlitum ýmsar niðurstöður úr þeirri vinnu og við vorum einnig að skoða vefi svona áherslur nokkra evrópskra og alþjóðlegra samtaka á þessu sviði og ræddum ennfremur við fulltrúa samtaka skólaþróun hér á landi hvernig gengi að halda úti samtökum á sviði menntunar og hérlendis. En svona í framhaldi af þessari úttekt þá settum við Sibba saman svona lista aðila hér á landi sem gætu haft áhuga á þátttöku í íslenskum samtökum á sviði fjár- og netnáms og vildi þá mögulega taka þátt í svona hugmyndafundi með okkur áframhaldið, hvernig við myndum standa að þessu. Og þetta voru 111 manns frá 36 vinnustöðum, tengdum háskólastigi, framhaldsskólastigi, grunnskólastigi, fullorðinsfræðslu. Og þau fengu sem sagt boð að mæta á hugmyndafund 29. júní fyrir ári síðan og voru hvött til að áframsenda boðið á fleiri sem gætu verið áhugasamir málefnið og við fengum sem sagt Hróbjart í lið með okkur að skipuleggja fundinn og vorum bara mjög ánægð með þátttökuna miðað við tímasetningu á sumrinu. Það endaði með því að vorum 35 sem mættu frá 12 vinnustöðum. Og við kynntum þá niðurstöður úttektarinnar sem við höfum gert og vorum svo með spurningakönnun, hugmyndavinnu, mögulegar áherslur, samtaka, það sem við nýttum hópaskipta umræðu og hugmyndavinnu lykil hugtök í heiti samtakana, það sem við vorum að nota Mentimeter til dæmis. Svo vorum við með aðra könnun í lokin áhuga á þátttöku í starfi undirbúningshóps. Og hér sjáum við sem sagt niðurstöður úr fyrri könnuninni hjá okkur og þá var ljóst sem sagt að meiri hluti þeirra sem mættu á þennan hugmyndafund vildi kannski hafa aðeins víðari áherslur en bara fjarnám og stafrænt nám frekar en fjarnám eingöngu ef að verið væri að stofna samtök á þessu sviði. Og hér sem sagt getum við séð, má ég sjá, hverju vill þetta ekki hverast? Já. Hér getum við séð helstu niðurstöður mögulegar áherslur samtakana sem byggðu á því sem hóparnir voru að setja upp á múralvegg sem Hróbjartur hafði útbúið. En ég ætla ekki að staldra neitt sérstaklega við þessi atriði, bara gefa ykkur innsýn inn í vinnu á hugmyndafundinum. Hérna sjáum við nokkur megin atriði úr hugmyndavinnunni varðandi hlutverk og starfsemi, að þetta væri þá vettvangur miðlunar og samstarfs, vera með viðburði, styðja við og vekja athygli á rannsóknum og þróunarstarfi og auka sýnileika fjarnáms, þrýsta á stjórnvöld varðandi stefnumótun.
og sem sagt svo þá í kjölfarið á þessari vinnu, sem sagt þetta þarna rétt fyrir sumarfrí, eða eiginlega komið fram í sumarfrí þegar við höfum þennan fund, þá hófum við nú saman, skoðum niðurstöðu könnunarinnar sem hafi verið lögð fyrir lok fundarins, hverjir vildu gefa kost á sér að vinna þetta áfram. Og höfum þá bara samband við þá aðila og náðum að kalla saman fund þegar það komið fram í október. En annars erum við búin að vera dugleg alveg frá og hafa 13 fundi á vefnum sem Sibba ætlar að kynna á eftir. Þá sjáum við nákvæmlega hverjir voru í hópnum og þetta nokkurn veginn þeir sömu og gefa kost á sér í stjórnina. En og það voru þá fleiri líka sem koma að þessu sem voru kannski ekki mæta eins reglulega, og við fengum ráðgjöf varðandi mun á til dæmis vildu við gera mögulega sjálfseignarstofnun frekar eða almannaheillafélag sem gæti vel verið að væri einhver þróun sem við vildum skoða seinna. En eitt af því sem við ákváðum frekar snemma í ferlinu hjá undirbúningshópnum var heiti samtakanna, og eins og þið sjáið þá litast heiti svona áliti þátttakanda og umræðinu á hugmyndafundinum, en líka svona áherslum í stefnumótum hér á landi og eins og í Evrópu. Og við sem sagt tölum þá samtökum fjarnám og stafræna kennsluhætti, og það má segja að heiti fjarska sé næstu því skammstöfun, en samt svona kannski bara skemmtilegt heiti sem að hefur svona svolítið tengingar við eins og fjarskalega fallegt og svo kemur krían þarna fljúgandi. Nú, ég var nú búin að nefna Ísment og mér fannst svo flott hjá þeim að þeir voru með Krumman, hann var valinn fyrir Ísment og svona kannski dálítið fyrirmynd varðandi samskipti og árleg þing og svona. En krían hins vegar farfugl og setur árlegt heimsmet í fjarlægðum, þannig að hún svona svolítið fjartengd og þar fyrir utan fjarskalega falleg, og þetta svona fugl sem leitar eftir ljósinu og við viljum varpa ljósi á þessi málefni sem við verðum með, kappsöm og ver sína hagsmuni og lætur sig ekki mun að vinna í víðara samhengi og verja aðra í leiðinni, svo sem æðarfuglinn. Þannig að hún fær því að fljóta þarna með í þessu fyrstu lógóum sem Sibba hefur verið að hanna og leika sér með aðstoð gervigreindarinnar. En svo verður það nú bara væntanlega að skoða hvernig það þróast allt saman og hvort hún fær að vera þarna áfram lógó fyrir samtökin. En þá sem sagt komið að Spútnikinu sjálfu, henni Sibbu, sem búin að vera drifkraftur í þessari undirbúningsvinnu allri og hugmyndavinnu og sett upp vef og vinnusvæði og haldi utan fund og fundanótur og tekið myndir og skrásett og svo framvegis. Þannig að án hennar værum við mjög langt frá því að vera stödd þar sem við erum núna á þessum tímapunkti og hátíðarstundu. Þannig að yfir til þín, Sibba. Eiginlega það sem að einkennir okkur öll bara þessi, áhugi, þessi ofboðslega mikli áhugi á kennsluþróun og á þróun fjarnáms, þróun stafræna kennslu, á gervigreind og fleira. Bara hvernig þessar breytingar sem að verða til framtíðar og sem við viljum hafa áhrif á og langar að sjá meiri gæði í og annað. En allavega þetta svona drög hérna af vefsíðu, hún á eftir að breytast alveg örugglega mikið, en okkur langaði að hafa svona allan að koma vefsíðu upp áður en við byrjum í dag, en svo þróast hún bara eftir því hvernig samtökin þróast. Og þetta nú bara hérna hver við erum, eitthvað verða félagsgjöld og eitthvað svona sem ekki komið inn, lögin, við erum hérna með framboð til stjórnar, þannig að hérna getið þið séð hverju hafa boðið sig fram, en það svona kannski kynning á því á eftir. Hérna eitthvað aðeins okkur undirbúningshópinn, hvernig á að hafa samband, hvernig þú getur gert félagi. Þetta nú kannski mest áreiðandi fyrir alla hér í dag. Þið eruð öll sem mætið inn í dag, þið eruð stofnfélagar og ykkar verður minnst á vefsíðunni ókomna tíð í sögu samtakana sem stofnfélaga. En við þurfum líka að fá skráningu hérna í þessa félagaskráningu. Þannig að ef þið viljið ekki síðan gerast félagar þá ókei.
En ég ætla að biðja ykkur síðan að fylla þetta út, svona kannski í lok fundar þessari viku bara, ef þið ákveðið að gerast félagar, þannig ekki víst að þið vilja. Svo erum við með hérna, sjáum fyrir okkur að við erum búin að vera með 3 kynningar svona á ráðstefnum og á þessum fundum, þannig að þær eru hér inni, þannig að þið getið náð í þær.